Heyrðu, Tóti, Já. Þórarinn Hjartarson, velkomin já. til okkar hérna í Alkast 8-ánsins. Já, takk fyrir að bjóða mér. Já, bara okkar var ánægðin. Þarna stjórnsýslufræðingur, boxþjálfari, mjög hérna ákastamikill hlaðvarpari. Já, ég reyni. Þetta ekki fyrir 400 okkar þættir? Jú, sko með monolog þáttunum þá þetta eitthvað vel yfir 500 held ég. Hvað þetta gamalt hlaðvarp? Ég byrjaði 2019 og var svona, byrjaði sett með 2 öðrum. Ok. Og eins og þið eflaust þekkið að stilla saman strengi með 2 öðrum eða með pluss miðmælendastundum sko. Já. Að þá getur það verið helviti flókið. Já. Og hérna... Rakstu þá? Nei, alls ekki sko, alls ekki. Það var bara einhvern veginn vannst þannig úr þessu að þau voru náttúrulega bara, þú veist, í sínu námi og einn flutti líka út á land og einn voru mikið að ferðast, þannig að það einhvern veginn bara varð úr að ég tók við þessu að öllu leyti og síðan það svona í kringum 2022-2023 sem ég svona ákveð að fara alla leið bara í að gera mjög mikið efni og hef verið að reyna að vera svolítið afkastamikill síðan sko. Þannig að þetta var svona auka en ég er svona búin að vera að gera þetta á svona alvöru. Er þetta aðalvinnan þín? Nei. Hvað er þetta að gera hana? Ég vinn á sambýli fyrir fatlaða líka. Já. Og svo er ég, eins og þú nefndir, að þjálfa box. Já. Og geri mikið af því. Já. Og svo er ég bara svona sinna ýmsum bara svona verkefnum sem ég hef gaman af og svo, eins og ég segi, boxið. Nei, hérna potið, segi ég. Já, einmitt. Hvað er ástríðan? Er ástríða í öllu? Eða, þú veist, er þetta svona... Ef þú mætti velja, hvort myndur þú frekar taka upp podcast eða fara á boxæfingu? Ég fengi þér spurningu ótrúlega, sko, ég hérna er búinn að vera að þjálfa hnefaleika síðan 2014 og vorum fyrst í Mjölni og færðum okkur svo yfir í work class þegar að eftirspurnin var svo mikil og við vorum eiginlega bara að sprengja utan á okkur. Þá fluttum við sérst yfir í Kringluna, þar sem við erum núna og í töluvert stærra húsuna og fengum í rauninu bara svona gym undir okkur. Er það gamla work classið þannig? Já, þannig gamla 24/7 gymið. Og ég sko myndi segja að ég sko hef prófað, einu sinni var ég að þjálfa það mikið að ég þjálfaði kannski 6 tíma á dag, vel, 3 á morgnana og fór svo sambýlið og svo var ég að þjálfa kvöldin líka. Og ég svona fekk bara svona eiginlega næstuðin of mikið af boxi, þú veist, ég bara einhvern veginn, ég var hættur að njóta þess. Þannig að ég held að ef ég myndi fara einhvern veginn að slá slöku við á einhverju sviðum að þá myndi ég fá nóga hinn ef ég var bara í podcastinu. Já. Þá held ég ástríðan gæti horfið sko. Þannig að ástríðan liggur svolítið í því að vera með mörg járn í eldinum. Finnst þér þetta aldrei vera þreytandi þetta podcasturögl? Tala við allt þetta fólk? Nei, ég hef svo gaman að tala sko. Jafnvel þegar ég er ekki með mikrofón fyrir fram að mig sko. En að hlusta á eitthvað annað lið? Nei. Mjög skálegt. Já, ég nýt þess svo mikið sko. Ég fæ stundum þessa spurningu sko, hvort að hérna, ég var í viðtali á RÚV daginn. Já. Og þá hérna sagði þess að Lóa Björk sem var að taka viðtalið við mig bara, heyrðu, þú sko tekur viðtal mjög mikið af fólki og mjög mikið af fólki sem er bara hróplega ósammálaður. Já. En þú verður aldrei pirraður og þú einhvern veginn missir þig aldrei. Nei. Og ég sagði, nei, það er alveg rétt og ég einhvern veginn bara ég nýt þess, sko, ég hlusta ótrúlega mikið á skoðanir þeirra sem eru algjörlega ósammála mér. Já. Og ég nýt þess nánast meira, sko. Já. Það er mér finnst líka gaman að láta reyna á mín eigin sjónarmið, sko. Já, sko, málega, sko, ég fylgist nú ekkit rosalega mikið með því sem er í gangi, svona almennt, en þú poppar upp á radarann hjá mér þegar að ég hlusta á þátt, annarkvæmt hjá þér eða hjá Steina í kallmennskunni. Ég held að þú varst ekki búin að fara til hans og hann til þín. Sko, hann var fyrsti viðmælandi hlaðarsins hjá mér. Já, það var... Þáttur 5. Já, það er svoleiðis. Já. Ok, en ég allavega, sko, dáðist í rauninni af því, sko, hversu léttur þú varst og í rauninni, sko, þú varst náttúrulega, hann náði einhvern veginn aldrei að sláða út á laginu og mistir aldrei kúlið og hann var alltaf bara stutt í glensið og í rauninni bara hlátur. Já. Þannig að mér ást það mjög aðdánavert og upp frá því þá fór ég svona að fylgjast meira með þér og setti mig í samband við þig. Já, þetta er þannig að þátturinn minni með sko 168 hjá honum þar sem að þetta náði mikilli athygli og svo hefur hann, eins og ég segi, komið tvisvar. Hann ætlaði að koma aftur núna fyrir skömmu. Já. En hann hætti skyndilega við og nokkru dögum síðar reyndar að hérna
sjá til þess að samstarfsaðilar mínir myndu hætta að styðja við bakið á mér. En byrju, ég held þið væri bara svona ósamála buddies. Já, ég held það líka, en svo verðist ekki. Ég er samt alveg, ég er félagi hans. Ég kalla hann alltaf góðvinn minn, sko. Já. En hann reyndi sérst að cancela því að ég væri með samstarfsaðila. Þetta er stór orð, sko. Já, og en það er það sem hann bara bókstaflega gerði. Alveg bara beint, hafði hann samband við samstarfsaðila. Já, hann sem sagt birti til 19.000 fylgjendar sinna á Instagram að eitthvað, hvað er svona öfgaókið eða öfgahægri maður eitthvað, ég skil að vilja aðhyllast einhverjum trúðum sem eru með öfgaskoðanir en að fyrirtæki skuli setja bakið við þetta, það þykir mér bara ótrúlegt. Og svo birti hann klipp af mér þar sem ég sagði að það væri samfélagslega óskynsamlegt að vera að færa kynjafræði yfir á öll skólastig og birti svo skjáskot af öllum samstarfsaðilum mínum. Og hafði þetta áhrif? Nei, allavega ekki svo ég viti, sko. Það er allavega engin samstarfsaðilar búin að setja sig í samband við mig, sko, og segjast vilja breyta fyrirkomulaginu, en ég náttúrulega var bara svo þakkláttur fyrir það að hann skildi vera tilbúinn að dreifa mínum samstarfsaðilum með mér, þannig að ég keypti 8 þriðjuvaktabækur til þess að greiða honum tilbaka fyrir þá dreifingu, þannig að hann myndi fá hluta af auglýsingatekjunum. Voru þar útsölumarkaði, hvar fékkstu þær? Nei, það eru karlmennska.is. Já, pantarðu það bara? Já. Ég ætlaði að leggja beint inn á hann og ætlaði ekki að gera þetta svona, sko, en ég ætlaði að leggja beint inn á hann, það var bara ekki neitt reikningsnúmer, sko. Já, þú veist, þetta hefði verið kallað í gamla daga í Breiðholtinu listrænt hraun. Já, sko, svo var ég líka að fá hugmynd, sko, að reyna kannski að selja bækunar aftur með smá viðbótartekjum og Mætti þú árita bækurnar? Ég var að pæla að gera það nefnilega, árita þær líka og selja þær aftur og nota svo ágóðan í að kaupa fleiri. Vá, þetta er svo að fjárfærslega rafmynd. Já, þetta er svona ákveðin svona, sjálfbærni rekstur sem ég ætla í með þriðjuvaktina, sko. Já, en hvað ætlar að gera við 8 eintök? Ég ætla að árita þær og selja þær í mínu eigin podcasti á 10 skallstykkið og sjá svo hvort ég get ekki keypt fleiri þriðjuvaktabækur. Þetta er geðveikt konsept. En ertu búin að lesa þessa bók? Já, eintak, sko. Þannig ég var bara að kaupa 8 í viðbót. Ég ætlaði að kaupa þessa bók og einhvern tímann gluggaði í henni þegar hún nýkomin út niður í Hagkaup og ég rendi svona hrætt í gegnum hann og hætti bara við, sko. Ég tímdi ekki að kaupa hana, sko. En svona, þú veist, frá 1 til 5, hvað myndirðu gefa bókinu margar stjörnur? Sko, ég myndi... Þetta er bókmenntahotnið hérna í Alkastinu. Sko... svona þegar maður er að reyta bækur getur maður ekki svona sett 5 stjörnur all over og svo getur maður sett svona fyrir sko, myndirnar eru mjög flottar, þannig ég myndi gefa þeim alveg 4 stjörnur. Ritstjórnin, það eru svolítið mikið að endurtekningum og svolítið mikið að því svona vera að segja sama hlutin, þannig ég myndi setja 2 þar. En svo er textinn nokkuð góður. Hann er sko í sjálfu sér ágætur, þannig að það eru 4 þar. Ertu að meina þá sko bara málfræðin? Já, málfræðin og hvort hún renni vel í gegn og svona. En það er svolítið mikið endurtekningum og svo náttúrulega er sko verð ég líka reyndar að láta fylgja sko það í upphafi þá vildu þau að þetta hefði sko ákveðið akademískt vægi og ég man að þau töluðu það að það ætti að vera ákveðið svona vægi inn í akademíska umræðu og þá náttúrulega eins og oft er í kynjafræðinni þá er svolítið farið, hvað ég var að segja, lauslega með akademísk vinnubrögð þar sem að þau voru bara bókstaflega að biðja fólk þegar þau voru að vinna bókina, voru að senda bara á Facebook, eru þau ekki með einhverja sögur af einhverjum ömurlegum gömlum kærustum sem þið hafið og hvernig þið myndu koma til með að lýsa þið fyrir okkur hversu leiðilegi makar ykkar hafa verið í gegnum tíðina. Og ég hugsaði með mig bara, sko... En þetta er náttúrulega frekar illa unna rannsóknir. Þetta er náttúrulega ekki rannsóknir. Já, ég meina þannig, þú getur náttúrulega alveg kallað þetta sem rannsókn, en þú þá í rauninni með einhverja forsendar sem eru algjörlega fyrirfram gefnar. Já, og þetta er náttúrulega líka, sko, eins og þegar þið sjáu fólk sem er kannski að vinna þetta, minnum þetta núna út af því að þetta er náttúrulega
fer alveg á skjön við akademísk vinnubrögð. Þegar að fólk að senda eitthvað herrin en að svara þessum lista, ég að gera B.A. eða jafnvel masters ritgerð eitthvað tiltekið málefni, þá ert þú náttúrulega með ákveðið mengi fólk sem er svona í miklu stærra, í stærri hóp líklegt til þess að vera sammálaðir ýmislega hluti. Þannig að strax þú ert farin að senda þetta út á Facebook, jafnvel þó þú myndir sækja úrtak úr þýði víðar, að þá ertu búin að eyðileggja svolítið rannsóknina fyrir þér og þegar þú veist náttúrulega ekki hverjir á Facebook að fara að svara þessu þeir sem að svara þessu eru líklegir til þess að vera sammálaðir og þannig voru þeir náttúrulega að reyna sko að yfirfæra yfir á þýðið sem heildin að þetta væri almenn upplifun kvenna en þá náttúrulega sko í bæði var þetta fólk sem mjög líklegt til þess að vera sammálað þeim en í ofanálag þá er þetta náttúrulega manneskjur sem eru mjög líklegar til þess að vera í óhamingjusömu sambandi. Þannig að strax ertu komin með úrtak sem er aldrei að fara að endurspegla neitt þýði. Já. Og þetta þótti mér svolítið skoplegt sko, að þau væri einhvern veginn að beita sig fyrir því að sko þetta ætti að hafa eitthvað svona vægi inn í almenna umræðu þegar skilur mjög pirraðar konur eru bara að fara að senda og þau segja já, hérna sjáum þið sögur kvenna sem að endurspegla sko upplifun kvenna á Íslandi. Maður bara, þú veist, hvernig færðu þetta út? Bara almennt. Já, almennt, sko. Og þetta er bara einhver raunheimur kvenna sem að náttúrulega er í einhverjum rosalegum hugarbyrðum allan daginn, sko. En segðu mér eitt, núna ég skautaði gegnum einhverja grein í morgun, held ég grein sem skrifaði 2019, þar sem að þú segir sko að hatursorðræða er ekki til. Já. Þetta eru 4 ár síðan, þú ert nú ekki ekkert eitthvað gamall aldri, ég meina, þú ert búin að vera í þessu í nokkur ár. Já. Þú veist, þessu, hvað ég að segja, þú ert með eitthvað ákveðna rödd og svona eitthvað ákveðna þörf fyrir að synda móti einhverjum ákveðnum straumum. Já. Hvaðan kemur þetta? Af hverju ertu svona, af hverju ertu ekki, af hverju getur ekki bara verið húsum hæfur? Já, þetta er mjög góð spurning sem ég hef ekki gott svar við. Nákvæmlega, við erum bara góð manneskja. Já. Nei, ég veit ekki alveg hvaðan þetta kemur að einhverju leiti frá foreldrum mínum en samt sem áður ekki kannski alveg þessari birtingamynd. Ég hef bara alltaf haft einhvern veginn svona áhuga á einhverjum svona svo ég sletti grand narratífum. Það er að segja, heimurinn er á ákveðin máta og það er rosalega gott að við séum sammála þetta stóra mengi. Og mér finnst rosalega gaman bara að hnýta í það, spyrja af hverju okkur finnst það, hvað leiddi okkur að þeirri niðurstöðu og ég held að það sé gott að vera að hugsa þetta, ekki kannski allan daginn en einhver hluta dagsins að spyrja okkur bara af hverju eru hlutin eins og þeir eru og hvort þeir getur verið betri og núna náttúrulega undanfarin ár hafa sko átt sér stað bara stórkostlega einkennilega vendingar samfélagslega vendingar já, sérstaklega varðar bara það hvernig við hugsum hvað okkur finnst fólk sem er almennt séð einhvern veginn á skjön við okkur varðar þankagang og mér finnst þetta bara stórkostlega einkennilegt og náttúrulega að einhverju leiti þetta sko væntum þykja akademísk vinnubrögð. Ég held til dæmis að ég les gömul rit frá 1950 sérstaklega, uppi 60, 70, 80. Það var rosalegt breytingaskeið í svona samfélagssögunni og sem á náttúrulega upptök sína einhverju leiti í Bandaríkjunum en yfirfarið svo yfir til okkar. Og þar var náttúrulega bara rosalega mikið af fólki sem var að fara á skjön við svona hið hefðbundna narratív. Og akademían átti stóran þátt í því að svona betrumbæta þá umgjörð. Og þá er ég sérstaklega að tala akademísk vinnubrögð og það ótrúlega blóma skeið sem í rauninni fylgdi í kjölfarið upp úr 1980 og til ársins 2015 eitthvað svoleiðis og við það einhvern veginn tók við ótrúlegur svona puritanismi, það er að segja við viljum allt sé voðalega hreint og þá Sérðu þetta sem myrkraöfl? Nei, ég geri það nú ekki. En þú veist að tala þá er nú sko bara hugmyndafræðina og aðferðafræðina svona innan
akademíunar. Já, sko, fyrir 10 árum þá breyttust akademísk vinnubrögð að mínu mati úr því að sko einhvers konar kenningar ættu að sko geta staðist ágjöf, einhverja svona hugmyndafræðilega ágjöf. Núna horfum við á ágjöf sem bara það að sko þú ert að fara þú ert einhvern veginn vond manneskja. Þú ert að tala þess að bara að það sé réttlætanlegt að rauninni að skora einhverjar ákveðnar kenningar á hólm. Já, alltaf. Það er engar, þú veist, sannleikur eins og ég man og ég hver sagði þetta, það var einhver sem sagði þetta að sannleikurinn er ekki hræddur við sko gagnrýni. Nei, einmitt. En núna erum við að vinna með ákveðin svona, svo ég sletta aftur svona narratív, mér finnst ekki verið til gott íslenskt orðið vera, en það er, við erum að keyra Orðaræða. Orðræða. Já, sko orðaræða er, minnst ekki alveg, sko orðaræða er meira svona einhvers konar svona Diskors. Já, það er diskors og meira svona einhvers konar, það er minna mengi svona narratífur ná svolítið svona á víðar yfir samfélagið, þar að segja þetta er svona sannleikur sem við erum einhvern veginn búin að sko, koma okkur saman að við erum alltaf að fara að keyra á og að við þurfum einhvern veginn að passa upp á hann. Já, en málið sko eins og með þennan hvað maður að kalla þetta vókisma eða þessa jafnréttis umræðu sem er búin að vera í gangi undanfarin ár. Ég meina, þú veist, er þetta ekki bara einhver, þú veist, smá flekkur? Er þetta ekki bara einhver bóla sem að, þú veist, við erum svo heppnir að fá einhvern veginn að vera akkurat í miðjunni þegar hún springur? Já, þetta er einmitt það sem að margir hafa sagt, sko. Ég reyndar hef fært rök fyrir því að, sko, þessi samfélagsþróun er varðar einmitt jafnrétti og passa upp á að allir kynþættir í einhvers konar atkvæðisrétt inn í umræður og að fatlaðir í ákveð vægi allir umræðu, sérstaklega varðar fatlað fólk. Það hefur ekkert verið neikvætt í sjálfu sér. Aftur á móti að hafa kyndlaberar þessara umræðu verið fólk sem hefur ekkert að gera með neinn völd og nú hefur þetta náð að smitast yfir í alla stofnanir, öll stjórnmálin, sjáum við jafnvel sko að hægri flokkar sem hafa verið svona almennt sér íhaldsamir eru orðnir bara, þú veist, að vera rosalega passasamir út af því að það er einhverjar 20 hræður sem eru sko oftast ekki í vinnu og eru bara eitthvað á Facebook þráðum að drullegu fólk og samhliða því að vera að senda á fjölmiðla sko ef þeir sko mistúlka að þeirra mati, þetta mati þessa fólks Fáir og háværir. Fáir og háværir. Og þetta hefur náttúrulega bara haft þau áhrif að við höfum tekið sem samfélag mjög vondar ákvarðanir eða varðar ýmsa hluti og ég held til dæmis að allt sem varðar svona einhverja jafnréttis umræðu hefur breyst úr því að við viljum að séu jöfn tækifæri fyrir bæði karl og konur í það að við ætlum að vera með einhver sérréttindi fyrir konur til þess að koma með einhver ákveðna staði og þetta er náttúrulega kynjakvótum eða þannig. Já, þetta er náttúrulega bara mannfyrirlitning sko og hefur ekkert að gera með gæði. Ég meina þegar þið takið Kristrúnu Frosta og Höllu Tómasdóttur og Þorbjörgu Sigríði eða Þorgerði Katrínu, ég horfi ekkert á þessar konur og hugsa með mig bara ákvaða gott að við bjuggum til samfélag fyrir konur á síðustu 10 árum. Nei. Þetta er bara konur sem voru betri en þeir sem voru þarna og að sjálfsögðu hefur margt áunnist á síðustu áratugum en það hefur ekkert að gera með það að fólk hefur verið að passa upp á það að aðrir með ekki tjá sig. En það er það sem við höfum verið að horfa á síðustu 10 ár og náttúrulega einhverja leyti með innkomu samfélagsmiðla en það er bara fólk með hróplega lélega skoðanir sem gerir sig grein fyrir því að þeir eru með ömurlega skoðanir og til þess að verja það svona stabilitet sem að þau hafa komið sér fyrir að þá eru þau náttúrulega að vera að beita þessu þannig að allir sem að setja einhvers konar spurningamerki við þeirra orðaræðu eru einhvers konar kölskir sko. En ég minna, þú veist, þetta ekki bara einhverjir ormar sem eiga bara eftir að éta sjálfan sig á endanum? Gera það á endanum sko. Já. En hver verður fórnarkostnaðurinn af þeirri þróun? Það er þetta svona sem ég hef verið að benda á þetta því að ég hef verið lengi að þessu. Ég hef náttúrulega verið, jafnvel á internetinu bara frá 2012 að reyna að setja spurningamerki við til eins og þróun í kynjafræðimálum og þá var maður náttúrulega bara hataði konur og var náttúrulega ömurleg manneskja í alla staði
En svo þegar maður horfir vítt yfir sviðið þá hefur sko ábati sökum kynjafræði verið sárlega lítill á síðustu 10 árum að undanskildu því að gera grína sjálfum sér sko. Og það er mín afstaða til þess sem hefur verið að gerast innan akademíunar og nú veit ég til dæmis að sko fólk innan akademíunar hefur stórkostlegar áhyggjur af þróun varðað til dæmis eins og félagsvísindi út af því að allir sem hafa verið í þessum svona gremjufræðum hafa haft heimtingu. Þetta hef ég líka heyrt sko frá aðilum innan frá háskólanum sko. Ég veit það og þetta er bara ekki talað um þetta en ég eins og segi. Nei, þessir einstaklingar eru mjög hræddir við að ávarpa þetta sko. Já. Þeir koma kvíslandi. Og það er bara, og það er hræðilegt. Já, þeir óttastu raunverulega að missa starf og mannur. Já. En hvað sem er ekki óeðlilegt og það er nákvæmlega sem hefur verið að gerast í Bandaríkjunum. Það hefur fólk verið að missa vinnuna út af því að þau eru á rangri skoðun. Já, þetta er einmitt það sem ég ætlaði svona aðeins að spyrja út í. Þetta með sko það sem að hann Donald er að gera núna með að sko hvað skera á ríkistyrki til einhverja menntastofnuna. Já. Og sko út af hverju er hann að því og þú veistu eitthvað meir um þetta? Já, þetta er þess að mér minnir að það sé hvort að heildartölunar séu $150 milljónir eða eitthvað, þú veist, á einhverju tímabili. Þannig að þetta eru stórkostlega miklar fjárupphæðir. Einhverjir færa rök fyrir því að þessir peningar eru eitthvað sem að þessir háskólar með að við hvað þeir rukka mikið ættu að hafa auðveldlega inn í sínu eignasafni og að þeir séu að verja einhvern auð. Ég veit ekkert um það í sjálfu sér en aftur á móti þá held ég að þetta sé stórkostlega vond þróun út af því að sko Hver þá? Að þetta sé að gerast. Ég er mjög ósammála þessari ákvörðun Donald Trump. Ég meina, þú veist, ég heyrði nefnilega að sko hann væri í raun og veru að þessu til þess að reyna að stýra þá í raun og veru, hvað getur maður sagt, þú veist, rannsóknum. En hvar heyrðu þú það nákvæmlega? Þetta var ábyggilega eitthvað bara, heyrði þetta örugglega bara á Rás 2 eða eitthvað. Já. Já. Sko, að það væri raun og veru sko, ég meina eins og Harvard sem að er að leggja greinilega eitthvað mikið púður í einhverju svona kynjaransóknir og hann vill bara eitthvað, þú veist, hætta þessu kjaftaði og ég borga ekkit fyrir þetta þannig að bara, þú veist, annarkvort losið ykkur við þetta prógram eða ég bara, þú veist, tek peningan aftur. Þetta er náttúrulega, sko, þetta er þessar sko, greinar sem hafa verið titlaðar fjölbreytileika jöfnuðar og inngildingarmál Diversity, Equality, Inclusion eða DEI og þetta er sem sagt ákveðið svona reglífar hugtak yfir þessi gremjufræði sem ég nefndi hérna Gremjufræði? Já, ég held að Sigmundur Davíð hafi hérna sagt að ég heyrði þetta fyrst þegar hann nefndi þetta hjá mér en mér finnst það gott orð en já, þetta er sem sagt og sko athugið það líka að út af því að þú varst að tala er þetta ekki bara einhver bóla sem er koma til með að springa og verður svo bara ekki að neinu. Donald Trump er afurð þessa. Donald Trump, ég fór á hérna rally hjá honum eða hérna svona kosningafund fyrir síðustu kosningar í Pennsylvania þar sem að hann eyddi meginþorra sinna ræðu í að tala einmitt nákvæmlega þessi menningamál. Og þið voru einmitt að spyrja mig aðan sko hvort ég var að hægri maður eða ekki og ég menna ég er mikill frjálshyggjumaður þannig að einhverju leyti titlast það sem hægri maður en aftur á móti þá er sko umræða til dæmis eins og Íslandi stjórnmál og allt öðru heldur en til dæmis í Evrópu í Bandaríkjunum þar er þetta aðalega fara að snúast menningamál og hann nýtti sér þessi menningamál alveg gríðarlega til þess að komast á þann stað sem að hérna hann er á í dag og líka í þá stöðu þar sem hann hefur henni gríðarlega stórt umboð. Ég sagði það nú við þá, hérna ég var með Hermannin eitthvað meðal annars úti og ég sagði við hann, sko Donald Trump mun koma til með að vinna öll sveifluríkin og það voru mjög fáir sem að bjuggust við því en hann gerði það að lokum og vann líka sem sagt atkvæðamunin. Ég meina það er alltaf það, maður er náttúrulega bara var lýðræðislega kosinn en þessar aðgerðir eru þar að stangast á við lög eða stjórnarskrá. Ég meina, er það sem að, þú veist, eins og til dæmis þessi niðurskurður, er hann réttmætur? Mér finnst það ekki, en ég, sko, hvort það sé lagalegt, ég
ekki nægilega vel að mér Alveg, ég meina það náttúrulega bara eitthvað sem að þú veist, snýst líka bara stað og stund og ég meina ef það ekki þá bara verður það seinna eða þetta eitthvað. mjög ólíklegt að einhvers konar stofnanir sem eru reknar á hagnaðar grundvelli hvort að fé sem tekið af þeim stangist af stjórnarskrá og með þetta er það alveg ótrúlega einkennilegt en óháð því þá finnst mér þetta vont út af því að það líka verið að skera niður á rannsóknum sem að hafa gríðarlega mikilvægt vægi en Harvard, Columbia, Stanford, UPenn, allir þessi skólar líka náttúrulega mikið til á vesturströndinni allir þessir og UCLA líka náttúrulega inn í þessu mengi og fleiri skólar þeir náttúrulega bjuggu til þessar aðstæður út af því að ég meina það þetta náttúrulega bara frambúð eftirspurn basically. Já, og sko pólitísk eftirspurn það rosalega mikil pólitísk eftirspurn að takast á við þetta og þetta það sem ég hef verið svolítið að reyna að vara við þetta eitthvað sem að Stephen Fry sagði 2018 og ég nefna oft að vinstri menn eða svona þessi sem að voru woke menn í lífinu voru í rauninni ráðningarstjórar hægri manna sérstaklega ungu fólki og þetta hélt bara áfram sá alltaf þessar baráttur þar sem að fólki fannst algjörlega eðlilegt að leggja niður öll lög og fara bara í algjörlega óstjórnlega svona fasískar aðgerðir til þess að réttlæta einhvers konar misjöfnu sem að var einhvern veginn svona hugarmengi þeirra á hverjum tíma sem að samt sem áður tók alltaf breytingu dag frá degi það allir að konur ætti að vera einhvern ákveðin máta var eðlileg þennan daginn og svo var þessu bara snúið við næsta dag og fólk var einhvern veginn að reyna að elta þessa kyndlabera á þessa mismunandi staði og við náttúrulega gerðum grín á okkur hér á landi líka þó svo það var ekki stórkostlegan máta og þú munir bara eftir að í COVID þá var alltaf sagt að við mættum alls ekki vera að hittast og svo var í Bandaríkjunum náttúrulega þegar George Floyd er drepinn að þá að fara allir út á götu og að mótmæla og rosalega miklu félagslegum samskiptum og stjórnvöld segja bara já, nei, það enginn að hætta að verði COVID-smitt og við bara sagðum, já, það nú alveg eðlilegt og svo var þetta líka heima það sem að var Black Lives Matter fundir og fleiri fundir og Me Too líka og öll þessi einhvern veginn þessi samfélagslegu baráttur og það sem hefur verið svo einkennilegt að fylgjast með núna þegar þessar baráttur hafa sýnt fram á það þær báru ekki árangur heldur höfðu skaðlega áhrif á málstæðin að þá fólk sem hefur verið að gagnrýna þetta mjög langan tíma og færir rök fyrir því að þetta hafi ekki verið jákvæð þróun út af því að fólk var svo viljugt til þess að leggja niður grundvalla mannréttindi til þess að ná einhverju göfugra markmiði að þá eru þeir sem hafa verið að gagnrýna þetta í ótrúlega langan tíma að flytja inn menningarstríð í Bandaríkjunum. Fólk sem hefur verið nota Me Too, nota Black Lives Matter, nota allar þessar samfélagslegu baráttumál sem hafa verið eigast í Bandaríkjunum, flytja þau yfir hingað og svo allt í einu þegar það kemur á daginn að þetta hafi náttúrulega ekki tilskild áhrif að þá er þeir sem hafa verið að gagnrýna þetta að þá eru þeir að flytja inn menningarstríð frá Bandaríkjunum. Þetta er rosalega skrítið Segðu mér þú talar samfélagsmiðla áðan og það er fjarlægð og við erum með podcastinn, það er fjarlægð það er alveg ótrúlega auðvelt að vera með skoðanir í skoðanagreinum á samfélagsmiðlum í podcastum þá í rauninni í samtölum við einhverja viðmælendur sem er að velja sjálfur eða í einhverjum mónologum en svo fólki stemt saman eins og núna gerist þegar eftir að Sólveig Anna hraunaði yfir Hallgrím Helga sem að var svona alveg epískt moment og ég verð að viðurkenna það er eitthvað svona grófur sársaukalíkami innan með sjálfum með sem alveg svona veðraðist upp við það og það var einhverju fullnægt innra með mér það hlakkaði svo í mér og mér líkaði ekkit endilega við þessa tilfinningu í kjölfarið þá mætir þú Örnu Magneu Danks á Bylgjunni það skal tekið fram að henni hefur verið boðið í þvottahúsið hún hætti skyndilega við eftir að hafa séð handrit þáttarins hún talaði sem óvinveitt umhverfi og umsátur Já, hann hún kom ekki
þarna blessuð. Nei, hún átti að koma í sem sagt rökræður við eld Nei, Hill. hún átti Var það ekki? Nei, það var við vorum búin að ræða það, en hún ætlaði að koma ein. Var það? Já, en hún hætti við. Hún Hún hefði aldrei samt við það, held ég. Nei, tala við eld? jú, hún sagði já í byrjun. Taka debatt vel. Já, við tókum viðtal við eld og þetta var svolítið snemma í þessari jöfnaldri. Þetta eru nokkur ár síðan og í kjölfarið þá vildi ég halda þessara umræðu áfram og fá þau þessuna tvö hérna saman. Og hún sagði fyrst já við því en breytti því svo hætti svo við og ætlaði að koma ein, ekkert mál, þangað til hún sá í rauninni handritið á þættinum. Já, það, þú veist, það hefur nú ekki oft gerst að viðmælendur byggjum handrit fyrir. Það hefur komið fyrir, en í þessum tilfellum þá áttum við einstaklinga. Ég hef áður reynt að fá transeinstaklinga hérna inn og þá einhvern veginn þurfa viðkomandi aðilar að vera með fullkomna stjórn á aðstæðum, þurfa að vita nákvæmlega hvað þeir eru að fara að stíga inn í. Því að það er einhver ótti og eins og í þessu tilfelli, ég meina hún las þetta yfir og sagði bara glemdu þessu, þetta er hún bara orðrétt óvinnveitt umhverfi umsátur. En nógu það, þú hittir hana í bylgjunni og þið eruð hana face to face, svo kemur einhver þáttur, held ég, var þetta í sjónvarpinu eða vísi, var þetta Kastljós, hvað var þetta sem þú hittir sem sagt borgarfulltrúa? Já, það var hérna pallborun að vísu. Á pallborun að vísi og ég sem sagt horfði á það og það skal tekið fram, þetta var rauninni síðasta frétta umfjöllun punktur sem ég hef séð, ég held að það séu 6 vikur síðan, því eftir þetta viðtal þá tók ég ákvörðun að loka á alla fréttamiðla og er búin að standa við það síðan. Vá. Því að ég fylltist svo mikill sorg. Já. Og að sjá, Af hverju? að því að það sem ég er að segja, þegar þessir einstaklingar hittist og hvað er það sem ég sé? Ég sé bara manneskjur og ég sé einhvern veginn að fjarlæðin hefur verið tekin frá þeim og það er bara nánd og mér finnst í rauninni hugmyndafræðin, hvort sem að séu þínar hugmyndir eða þínar skoðanir eða hennar hugmyndir og hennar skoðanir, mér finnst þetta í rauninni þegar öll er á botnukvolt vera bara alveg sjúklega innihaldslaust. Þessi barátta milli vinstri og hægri og annað, því það er í rauninni ekkert eftir nema ást og kærleikur og í rauninni vitneskjan það að við erum einn og sami líkaminn. Við erum einn og sami líkaminn, bundin í einhvers konar skammtafræði og við erum eina og sanna samvitundin. Við erum guðleg samvitund. Já, ég minna svo notum við þetta bara til að greina okkur. Já, því fyrir mér, ég meina, þú kemur alveg málefnalega fram, Arna Magnea Dangs, hún er alveg flugklár manneska, kemur líka málefnalega fram, en bara úr allt annari átt og ég sé bara einhvern veginn, ofbeldi er ofbeldi, sami í hvaða mynd þú málar það og vörn breytist í sókn og sókn breytist í vörn. Þannig að næsta spurningin er til þín, verður aldrei fucking þreyttur á að standa í þessu rugli? Já, þetta geggjur að, nei. Já, þú veist, þetta verður maður þreyttur stundum, ég meina, ég hef alveg tekið, 2 tíma podcast, fæ mér vasklas og svo aftur 2 tíma podcast, þá verð ég alveg þreyttur, en ég verð ekki þreyttur í eðlisuna á, ég hef mjög gaman af því að rökra það og jafnvel þegar fólk er sammála mér þá tek ég hinn vinkilinn og reyna að hnýta í, en það er líka bara ég að svolítið æfa mig í því að vera að taka debatt og reyna að sjá hinna. Þetta er mikil kunst. Já, ég er samt, ég held ég skilja samt hvaðan úr þetta koma með að hnýta í þetta þessi 2 viðtöl sem ég fór í út af því að ég er alveg sammálaður, ég meina Arna Magnea Dangs, ég veit ekki ég held hún hafi verið frekar ósátt með mig eftir þetta viðtal. Ég horfði þetta var helgina fyrir páska. Ég horfði á Ljósvíkingar, myndina sem hún leikur í. Og Má það bara? Að horfa á myndina? Nei, ég meina, þú veist, transkona að leika kall. Má það? Já, er það ekki? Er það? Auðvitað, af hverju ekki? Það er allt lefulegt. En þú veist, ég mætti samt ekki leika, þú veist, blökkumann eða indverja. Nei, mér finnst það ég nefnilega sá ákveðna fegurði í út af því að hún fer í aftur transition og fer aftur í transition. Með þessi transmál, þá En hvað, voru þið að ræða þau? Já, við vorum, nei, við vorum þetta ekki að ræða þau, við vorum að ræða Vókið sem ég tel að sé bara
ákveðin skoðanakúgun sem skreitt svona alls konar hugtökum eins og umburðarlyndi og jákvæðni og manngæska og mannúð og eitthvað svoleiðis blaður. Ekki tjáningafrelsi beint. Algjörlega, nei, en þú veist það er farið gegn tjáningafrelsinu til þess að réttlæta, þetta er réttlætt með vísan í þessi svona manngæsku orð. En hún fór þá að tala um kynferðisafbrot og af hverju ég elskaði kynferðisafbrot og ég maður svona, þú veist. Af hverju elskar kynferðisafbrot? Já, það var svona nána. Þú veist, vilt þú að eitthvað, manni hvað hann finnst þið alltaf í lagi að berja konur eða eitthvað. Og ég eitthvað, þú veist, heldur þú það? En allavega. Sko, og svo fór ég í þetta seinna viðtal með Alexandru Brím og Karinni Kjartansdóttur þar sem að sko sérstaklega Alexandra Brím fór svona svolítið að bera af sér það að hún væri eitthvað woke og eitthvað þannig og kannski væri þetta hugtak bara ónýtt sko. En ég meina Píratar náttúrulega börðust fyrir því að halda wokeinu inn í stjórnmálum og náttúrulega töpuðu sökum þess að mínum mati. En ég sann skil hvað að menna út af því að ef við komum sko inn á transmálin eru mér bara hugðarefni út af því einfaldlega að það kemur svolítið inn á það umræðu varðar tjáningafrelsi. Mér er persónulega slétt transmál per se ef að fullorðinn einstaklingur vill breyta sér og já, verða kallaður kona og breyta því hvernig já, líkaminn er og starfar og þannig, þá er það bara sjálfsagt. En aftur á móti þá hefur þetta með sko nokkra þætti að gera var allir mis fangelsmál. Nú var Bretland að banna það að fangar gætu breytt kyni sínu til þess að komast inn í kvennafangelsi. Líka að banna hormónablokkara, Svíar eru líka að gera það. Þannig að það eru ýmis málefni sem eru snúa að þessu sem bara koma til álita. Svo náttúrulega bara risastórt mál sem hormónablokkarar fyrir börn sem hefur verið sagt, okkur hefur verið tjáð að sé skaðlaust. Já, sé bara skaðlaust og komið til með að hafa engin áhrif á það hvernig framvinda þroska barnsins svo í kjölfarið. Það, sko, læknisfræðilega forsendur eru bara, þetta fyrir algjörlega á skjön. Þetta bara eins og þegar við vorum að hlusta á umræður líkamsvirðingu og segja Þú eiga við ekkert smá viðkvæmt svæðið þarna, sko. Já, ég veit það, en ég meina, þú veist það ég að vísa sérst bara í hormónaframleiðslu og hormónakerfið. Já. Þetta bara stjórnar líðan fólks. Já. Og þetta stjórnar ekki bara líkamlega atgerð, heldur líka bara líðan og lund. Já. Þannig að mér finnst bara vera mjög þarft að eiga umræðu þessi mál sem eiga bara ekki að vera háð bara af fólki sem sammála allt og ekkert. Og já, vel sko hversu miklu skattar ættu að vera sem þetta önnur umræða í þessu líka. Þannig að og svo kemur náttúrulega bara inn á það að fólk á að hafa rétt á því að segja að transfólk sé ekki til. Það á að hafa rétt á því að segja að manneskja sem með tippi sé ekki kona. Og svo allir að segja við mig hérna, já nei, þú náttúrulega svo vandmanneskja og ég spyr stundum viðmælendur hvort að sko kvenkyns tippi sé til. Og þá var ég alltaf hérna, þú ert hérna algjörlega obsessed af hérna kynfærum og áherslu alltaf að pæla í hérna kynfærum transfólks. Það eru alveg ótrúlega furðuleg rök að sko því að sko ef að sko þetta á ekki að skipta neinu máli, af hverju þá viðkomandi manneskja að láta sér þetta skipta það miklu máli að hún sé tilbúin til að fara í mjög viðamiklar aðgerðir til þess að breyta þeim? Já, sem náttúrulega önnur spurning. En þegar að það einhvern veginn og hefur verið reyndar, og þetta svolítið ángi af því sem við erum búin að tala núna, að það hefur verið kurteisi að eiga samræður bara á yfirborðinu. Að vera í rauninni ekkert að fara í kjarnan. En þegar við erum að segja hvað er til kvenkyns tippi, þá erum við að fara bara beint í kjarnan á því sem við erum að ræða. Og þá það bara fólk að vera annarkvort sannfært það að svo sé, eða sannfært að svo sé ekki, sem hefur verið viðtekna skoðunin í hundruðir ára, ef ekki þúsundir. Þannig að þegar ég til dæmis með einhverja 60 mannesku og segja við hana, heyrðu, þú veist að þessi manneskja hérna, jafnvel sem ennþá með skegg og er mjög kallmannlega, lítur kallmannlega út, skilgreinir sem konu og er ekkert minni kona heldur en sú manneskja sem er konan þín. Sú manneskja á rétt á því að segja, nei, það er ekki rétt.
það er tjáningafrelsi sem ég er að tala og það sem að mér hefur líka fundist svolítið einkennilegt í þessum transmálumnum öllum að sko að einhverju leyti þá hefur baráttan ekki snúist það að sannfæra fólk ágæti eigin sjónarmiða heldur sko baráttan það að passa að sem flestir ljúgi af þér afstöðu sína. Það er að segja ef að ég er að segja að það sé til að það er að breyta sér í konu þá breytir það rauninni ekkert hvað ykkur tveimur finnst það svo lengi sem að þið ljúgið ykkar afstöðu málefnið. En það er náttúrulega kannski líka þess að þú talar þessa kyndilbera sem eru þá kannski búin að vera halda þessari umræðu gangandi og þarna hafa rosalega hátt að þetta sko fólkið einmitt sem að tekur þetta mjög nærri sér og einmitt kannski ekki tilbúið til þess að taka neina umræðu eða neitt svoleiðis af því að sko í raun og veru hvaða máli skiptir það fyrir þig eða þig hver mín skoðun á þessu málefni eitthvað þú veist annarkvort í sammála eða ósammála að þú veist, nei ég tek ekkert afstöðu til þess það sem hefur stuðað mér bara alveg sama þú veist þannig það sem hefur stuðað mig svolítið í þessu samhengi sko ég með dóttur mína í tannréttingum og það kemur hérna einhver ákveðin styrkur upp á eitthvað 400 kall eða 450 kall sem sett í byrjun og svo bara étum við hann upp og svo held ég áfram að borga 20, 30, 40 skall á mánuði í tannréttingar á sem sagt barninu mínu og þetta eru tannréttingar sem voru álitnar nauðsynlegar, ekki bara út frá rauninni fegurðar sjónarmiðum heldur þetta voru nauðsynlegar, þetta myndi bara virkilega háinn og skemmana og valdi henni heilsu tjóni, setna mér. Ég meina eitthvað skakkartennur og þetta bara tómt vesen, þannig að ég þarf sem sagt að fara í það að borga hérna sem sagt þessa viðgerð eða þessa tannleiðréttingu og ég þarf að borga í rauninni bara eins og einn notaðan Toyota Yaris bara fyrir það en á sama tíma þá eru einstaklingar sem að fara í gegnum eitthvað ákveðið ferli og fara svo í einhverjar aðgerðir þessu tengt, hvað var það breyting á kynfærum eða brjóstnám eða hvaða nú eða hormonablokkera og þetta er náttúrulega örugglega ekki mjög ódýr lyf og þetta heyrir, eins og ég skil það rétt, þetta heyrir rauninni bara undir heilbrigðiskerfi og það eru skattgreiðendur sem borga þetta. Já, þetta hefur verið einhver svona barátta sko, sem að hefur snúist það hvort að sem sagt, þau kalla þetta sjálfsagða heilbrigðisþjónustu á meðan sumir kalla þetta lýtaðagerðir. Það lýtaðagerðir eru náttúrulega ekki niðurgreiddar. Ég veit ekki hvaða farvegi sú umræða hvort að þetta sé að fullu Ég meina, hvernig eru þessar aðgerðir fjármagnar? Vitið þið það? Ég meina, þetta ekki að fullu greitt af skattgreiðendum? Ég gerir ráð fyrir því. Já. En síðan erum við, þú veist, við tókum nú viðtal við einn góðan mann, hann Poetrix, sem að þarna hann í döðlum. Já, sem að við hérna einhver, þú veist, heilsufarsleg vandamál að stríða og hann bara eitthvað, þú veist, fyrir til Tyrklands og þarf bara eitthvað að kaupa sér einhverja þjónustu og... Hvað á þetta hárinu eða? Ég veit það ekki. Nei. Þetta af hverju hann í döðlum? Það voru bara stóðkerfis, sem sagt, bara heilsukvillar, bara mjög alvarlegir. Hann hefur í rauninni þurft hann bara í klessu, við tókum viðtal við hann hérna. Ekki hér, fyrsti og eini viðmælarnir sem við fórum í bara svona húsvitjun. Já, einmitt. Já, ég meina, þetta er ekki einu sögunar. Ég meina, ég þekki konu sem að var að glíma við mjög alvarlegt svona, hvað þetta ekki, svona legslímsflakk eða eitthvað. Jú, endometriósu eða eitthvað. Já, nákvæmlega, og það í rauninni endaði í... Jóni hefur verið að sjá að stóðstölu þetta? Hræðilegri sýkingu, sko, sem að í rauninni verður til þess að heilbrigðiskerfi hérna heima bara réð ekki við það og hún, sem sagt, maðurinn hennar og hún, þau þurftu bara að fara til, sem sagt, fara erlendis, það sem að í rauninni þessi aðgerð var útfærð fyrir, sko, kostar bara stórbilinu 5-10 milljónir sem að þessir einstaklingar þurftu sjálf að leggja út fyrir. En það sko þó tekið fram að það, sem sagt, ég held að það hefur verið farið í mál í kjölfarið og þau hefur fengið eitthvað hluta á þessu tilbaka en þetta er bara mjög algengt. En mér finnst þetta bara vera spurningar sem að mega spyrja og annað líka fyrst að skattgreiðendur að borga fyrir þessar aðgerðir. Ég er mjög áhugasamur alla svona aðgerðir. Allt svona handverk. Því í rauninni þetta handverk. Út að búa til einhvers konar, til að leyfa mér að segja píku úr getnaðarlim
og öfugt og ég þekki transstráka og ég man eftir einum og ég átti samtal við hann hvernig þetta er gert, hann er með pump innan á lærinu, hann er með eitthvað skona í rauninni getnaðlinn sem var búin til í rauninni úr kvenkyns kynfærum. Úr leggungunum. Já, og svo er bara eitthvað svona pumpa, hann getur pumpað hann svona upp og mér skilst að snýpurinn sé þá það sem kóngurinn er og mér fannst þetta bara allt sjúklega áhugavert. Þannig að ég... Eða hann pumpað hann upp? Ja, hann pumpað hann bara upp, sem sagt, þetta er ekki Íslendingur og fyrir svona einhverjum 4 árum síðan þegar við vorum tildulega nýbyrjar hérna, þá var ég einmitt að reyna að fá sem sagt, transmannesku sem sagt, í viðtal hérna og ég segi mannesku því ég ætla ekki að taka það fram hvort þetta var strákur eða stelpa. Þetta var transmanneskja og ég vildi fá hann hérna í viðtal því að ég var svo sjúklega áhugasamur þessar aðgerðir að sjá og bara fá að heyra og ekki bara fyrir mig, heldur bara fólk bara almennt að fá bara að heyra bara hvers konar handverk og hönnun þetta er, ég meina hvernig í anskotunum er þetta útfært, þetta vakti í alvörinni furðu, eða sett bara áhuga minn leið og ég fór á þessi svæði þá var bara eins og ég hefði gengið yfir einhver mörk, bara ósiðsamleg mörk og þetta var bara mér algjörlega óviðeigandi, þetta var bara algjörlega óviðeigandi og óviðkomandi og ég ætti bara ekkert að fara þarna og hefði engan rétt til þess að spyrja þessara spurninga. Já, það er þetta sko síðanemnda sem að er í rauninni að mjög mikið af fólki sem heldur að ég hafi stórkostlegan áhuga á transmálum eða aðgerunum eða eitthvað, ég hef engan áhuga á því. Nei. Mér er alveg sama, ég er bara einhvern veginn, þú veist, að einhverja leiti tekið undir svona þá gagnrýni að þetta sé svona fólk með svona rosalega áhuga á hérna kynfærum annarra sé svolítið einkennilegt og ég, svona, þú veist, ein hlut til er í saman. Eina sem ég er að pæla í er þetta síðasta sem hún endir. Að þegar að þú ert með bara genuine áhuga eins og í þessu tilviki. Það var í rauninni ekkit annað. Nei, þá er einhvern veginn, þá erum við komin á þann stað að bara, heyrðu, þú ræðir þetta ekki. Og það er oftast með málefni og það ég vorum að tala hlaðvarpið mitt hérna í byrjun. Það er rauninni það sem hlaðvarpið mitt hefur rosalega mikið snúist er bara strax og það er komin einhvers konar svona álits samþykki almennt samþykki það hvað álit þú hefur að hafa hlutunum þá segi ég nei og af hverju og það er þetta sem að ég hef rosalega mikið að vera gagnrýna bara eins og með í COVID bara hvaða samfélagslegu afleiðingar myndi það hafa að loka alla inni og það er nú ekki eins og geðheilsa ungs fólks hafi orðið fyrir einhverjum hnekkjum þar að hitta þú heldur. Já, en er samt þá í raun og veru bara allt í boði, má bara tala allt og spurjum allt. Já, og, sérstaklega að spurja. Já, ok, spurjum allt og verð ég að svara. Má ég ekki segja, nei, þú veist, það bara, þú veist, þér kemur þetta ekki við. Ég ætla ekki að ræða þetta við þig. Sko, ég myndi segja, svarið er í rauninni ekki rétt þegar kemur þetta ekki við. Svarið væri rétt ef viðkomandi aðalegi sagt, nei, veistu að ég treysti mig bara ekki í þessu umræðum. Fyrir mér er þetta bara of persónulegt. Þú verður að finna einhvern annan. Já, líka við aðgreinum líka aðeins mikro og makro hérna. Og þannig ert þú til dæmis að tala að þú hefur almennt séð áhuga á trans aðgerðum. Að þá er enginn sem getur sagt við þig þú mátt ekki fara inn á þetta svið. Nei, eða en aftur á móti ef að þú myndir segja við manneskjuna segðu mig frá öllu þínu ferli og svo manneskja myndir segja nei, ég vil það ekki þá er það ekki skerðing og tjáningafrelsi Gunnars að segja nei, ég vil ekki gera það þannig að við þurfum rosalega mikið aðgreina þarna á milli og því einhverju leiti eins og þú varst að segja með skattinn og annað að þá er verið að niðurgreiða ýmsa þjónustu og þegar að þú ert með slíka aðkomu þó svo að náttúrulega í stóra samhenginu ert ekki allur skakkgreiðendur skilurðu að þá átt þú að hafa rétt á því að vera að spyrja slíkara spurninga. Þú hefur það, ég meina þú getur sent inn fyrirspurn til ráðuneytisins. Já, og bara tjekka á þessu. Ég get líka bara farið og googla þetta bara sjálfur en mér fannst þetta bara vera meira líka bara svona bara hluti af því að er henni bara að opna þessu umræðu svolítið. Veist, og fá þetta svona svolítið bara upp á yfirborði og reyni bara líka fá að sjá bara hvað fólk er að gangi í gegnum. Þetta er líka ekkit auðveldar aðgerðir. Þetta grínast í mér, þetta er alveg djúp inngrip. Ég myndi alveg treysta mér í þetta sko. Myndir þú treysta þér í þetta? En málið er að ef ég fara inn á YouTube en er líka þá ekki í raun og veru, hvað maður að segja, þú veist, viðmælandinn þá eða þú veist, sá sem að er svona móðgaður
þá í raun og veru bara allt í einu komin hérna bara í einhverja valdastöðu, getum við sagt. Það sem að allt í einu, hann eða hún eða hán, þá bara, þú veist, að fara að cancela þér. Það bara, þú veist, það bara, hann sagði þetta við mig. Og mér leið svo illa þegar hann sagði þetta, að hann bara, hann er fullur af hatri og við skulum cancel honum. En þetta svona sko ákveðið líka sko breyting á því sem hefur verið þessi stað undanfarin ár sem jákvætt að sko fyrir, ég það leyfði mér að segja svona 8 mánuðum, 12 mánuðum kannski, þá hefði sko þetta hlaðvarp verið álitið sem eitthvað, já, 3 hvítir karlar að tala fólk sem ekki cis-heteronorma, þú veist, þetta voru orð sem voru notuð í samfélagsumræðu á sko ríkissjónvarpinu. Það sem að við vorum að fyrirsögnin á Dífa. Já, nei, ég alveg tala bara það sem að við vorum bara eitthvað að taka þátt í því að það var bara eitthvað fólk að segja þegar það voru einhverjir aðilar að hittast og spjalla eins og við erum að gera núna að þá já, það er ekkert representation af einhenda blandaða einstaklingnum sem að myndi mögulega vilja koma orð í belg og þeir eru að tala okkur án okkar og við bara tókum þátt í þessari dellu yfir lengara tímabil og eins og ég segi, ástæðan fyrir því að við erum samfélagslega kannski illa í stakk búin til þess að takast á við menningarbreytingar sem að fylgja svona Trump og jafnvel ef við myndum snúa þeim tenning við sem að fylgja allir með útlendingamálunum. Ástæðan fyrir því að við erum illa í stakk búin til þess að takast á við þessar umræður nákvæmlega þetta. Að það hefur verið skoðanakúgun á svo ótrúlega mörgum vígstöðum sem hefur verið málað upp sem umburðarlyndi sem bara þú sért góð manneskja, þú ert ekki tilbúin til þess að svona, já, sleppa því að tjá þig ýmsa hluti. Það er þetta sem hefur skapað þessa umgjörð og ég held að þetta muni verða töluvert verra áður en þetta verður betra. Ég meina, þú veist, við lentum í svona hvað getur við sagt, það var svona snefill af cancel í kjölfarið á viðtalinu við Ívar Gröfumann. Já, það er eina viðtali sem að sko fjölmiðlar, þeir fjölmiðlar sem við höfum notað, við skrifum greinar og setjum í fjölmiðla og erum bara með okkar föstu blaðamenn. Þetta er eina viðtalið sem að báðir fréttamenn neyddust til að senda þetta áfram á ritstjórn og ákvörðun var tekið að þetta yrði ekki birt. Og það bara á þeim forsendum að þetta væri í rauninni bara fordómar og rasismi og Hætti að tala Rós, hvað sagði hann? En hann var með, þú veist, Make America Great Again húu og eitthvað. Já, ég á þannig. Þetta var Ívar á gröfunni, það mætti bara bara, þú veist, old school, working class, bara Ívar á gröfunni mætti bara með sína skoðanir og sína lífssýn. Veist, og ég og Ívar, við erum mjög góðir vinir, við heyrum nánast daglega og við erum alls ekki sammála öllum tíðum, langt í frá. En hann með náttúrulega bara sína sýn og sína rödd og fyrir mér hefur hann í rauninni bara fullan rétt á að hafa það og það er bara opið til rökræðina, en þetta er bara mjög flottur og fínn þáttur, þú getur hlustað á hann er náttúrulega bara á okkar rás, en við fengum þetta ekki birt. Nei, ég nefnilega sko, það er eitt í þessu, það er mjög áhugavert, en það er eitt í þessu líka sem hefur verið ótrúlega fyndið að fylgjast með í stjórnmálunum. Sko, akkur haldið þið að sósíalistaflokkurinn ná aldrei inn á þing? Það er út af því, en ég ætla að svara þessu spurningu sjálfur. Okay, ég er án bæði, þið getið bara skotið sinna. Sko, ég held að sé út af því að verkamennir eru ekki sannfærðir sko, það sem að svona vinstri að bjóða upp á. Verkamennir myndu aldrei kjósa sósíalistaflokkin eða vinstri græna eða neitt því líkt. En af hverju ekki? Út af því að þessi flokkar eiga að heita verkamannaflokkar. Marxismi er sko barátta verkamannsins. Já, en sko ég held að verkamenn á Íslandi líti ekki á sig sem verkamenn. Nei, ég veit það, en hugsið þess að hvað þetta er en hugsið þess að hvað þetta er áhugaverð, út af því að núna erum við með, skilur þessa umræðu sem við erum að fara yfir hérna og vinstrið sem hefur aðalega verið að berjast fyrir því að svona hámarka kjör þeirra sem eru vinnandi. Alveg sama hvort það sé Ívar á gröfunni eða fólki sem er að þrífa hótelin og þannig. En þeir hafa þurft að taka inn þetta woke-kjaftaði það að allt eigi að vera sett inn í búning, einhvers konar svona inclusivity, þar sem að þú ert að byggja þína hugmyndafræði á að vera með einhver svona reiknimódel það að ef að þú ert svartur
en ríkur en samt ólst upp í vondum aðstæðum að þá á þitt vægi að vera 1,3 í þessum aðstæðum og ef að, skilur þú ert hvítur, cis-hetero normatífur þá ert þú náttúrulega bara 0,1 átt helst ekki að taka þátt í neinum umræðum og þau hafa einhvern veginn verið að para saman. Hvað veldur þessu? Ég veit það ekki, en svo ég kláraði hugmyndina, þú veist, þau hafa verið að fínstilla allt það hvernig aðrir megi tjá sig, allt af hvernig aðrir megi haga sér, hvernig samskipti kvenna við karlmenn eigi að vera, ekki bara sko þeirra persónulegu og hvernig þau vilja láta koma fram við sig, heldur það hvernig ég á að koma fram við konuna mína. Þorsteinn Vaf Einarsson býður sér heim til mín og fer að segja að komið með einhver svona stórkostlega einkennileg ráð þar sem að sko útdrátturinn eiginlega bara að ég sé vondur við konuna mína óháð því hvort að við teljum að svo sé. Þetta hefur náttúrulega skapað þar aðstæður að verkamannaflokkurinn eða verkamanna svona, jú, ég ætla að taka alveg mynda þannig að almennt sé að ég vinstri að vera svona verkamannaflokksmegin, þeir náttúrulega geta ekki verið með út af því að þeir eru með svo vondar skoðanir. Það er alltaf útdrátturinn og það er hérna Chantal Mouffe og hérna Ernest Laclau sem að skrifuði einmitt bók þetta þar sem þeir færðu einmitt rauk fyrir því að vinstri þetta breyta sér út af því að það væri svo ömurlegar skoðanir hjá svona þessum skítugu verkamönnum sem eru með svona gamaldags skoðanir, tala vitlaust. Þú veist, að einhverju leyti hefur svona flokkar eins sem eru svona á þessu vinstri orðið bara af einhverjum svona kampavins kjarvalstofu flokkum, sko. Já, það er nefnilega, ég held ég sé bara algjörlega sammálaður því ég var að gröfinni bara mjög harður hægri kall, sko. Já, mjög einkennilegt, sko. Já. Hann lítur líka örglega á sjálfan sig sem bara svona millistjórnanda. En þú hendir þessu fram að Vóki væri dautt og sagðir þetta bara, það er bara dautt og Arna Magniða Danks held ég bara eitthvað bara, veist, það er dautt, það er ekki dautt. Nei. Hvað meinarðu? Og þú bara, það er bara dautt. Sko, Vóki, er það vinstrið? Ég von ekki vinstri manna vegna. Eða er þetta bara eins og eitthvað svona sýking, svona greinasýking í einhverju tré? Ég meina, greinaflækja. Þetta er náttúrulega bara einhver svona hugarvírus að mínum að sko. Gatsat hefur sagt að sé hugarvírus, sko, ég er alveg sammála því. Ég held að þetta sé bara það að þú í rauninni gefur upp á bátinn allt sem við kemur svona eðlilegri heilastarfsemi jafnvel, myndi ég segja. Hérna Hitchens sagði að svona þessi hugmyndafræði þar sem að sko öll þín hamingja væri bundin við hérna að þú myndir surrender your critical faculties eins og hann orðaði það sem er í rauninni bara gefa upp á bátinn það að þú leifir þér eðlilega heilastarfsemi. Sko, það kemur framleika einmitt í COVID, það er sko samsæris fólk sem aðhyllist einhvers konar samsæriskenningar er útrópað sem bara algjöri vitlýsingar. Og þá spyr maður sig einmitt, sko, hef ég eða hefur þú áhuga á því að búa í samfélagi þar sem að samsæriskenningar eru ekki borðnar á borð? Nei. Það er hættulegt samfélag. Já, þetta er hérna... Því samsæri eiga sér stað. Já, og það var bara mjög oft gert það. Og ég meina, þegar ég talaði COVID sem er náttúrulega bara svona svolítið nærtækt dæmi, að það náttúrulega ef þú varst að segja að þetta væri komið einhvers staðar annar staðar frá sem ég gerði leðurblöku á einhverju markaði og væri komið að einhverju stofnun sem væri að prófa hérna í veirurannsóknum 4 götum frá að þá varst þú einhver samsæriskenningasmiður og svo allt í hennu bara 1,5 ári eða eitthvað bara, hérna lab theory var rétt. Svo bara heldum við áfram. Sko, fólk var að missa lífsviðurværið eflaust á mörgum stöðum fyrir það að bera upp álíka sjónarmið. Þetta var náttúrulega bara einhver ótrúlegur tími, sko, og ég held að við séum náttúrulega að sjá hræðilega þróun í öllu sem við kemur eðlilegri þroskaþróun ungs fólks í dag út af þessum tíma. Og ég held að það muni taka mjög langan tíma að vinda ofan að því. Já, klárlega. Og ég held bara stunga ára sér, ég myndi skrifa það sem COVID death, sko. Já, ég með sjálfsvíg. Já,
sjálfsvík, fleira. algjörlega sko, og meðal ungs fólks. Já, eins og í Bretlandi þá er ég minna að við náttúrulega höfum líka séð þetta náttúrulega hérna heima, þar sem eru stunguárásir, en stunguárásir hafa margfaldast á mjög mörgum stöðum, sem er náttúrulega bara algjörlega hræðilegt og ég held að sé út af Og þú því veist meina að þetta sé afleiðing af í rauninni einhverju svona félagslegu tengslarofi og okkur óþróska. bara nákvæmlega, það gæti ekki hafa orðað það betur. Ég held að það sé nákvæmlega það. Og það bara versta pynting sem til er einangrun. Já. Og sérstaklega þegar þú ert á þeim aldri þar sem þú ert kannski ekki með tilfinningarlega getu til þess að díla við hana sko. Já. Og ég veit að sko, nú mun örugglega einhver reyna að cancela mér fyrir að segja hérna, já, COVID deaths eða eitthvað þannig, en ég aftur á móti, og eins og ég nefndi sko í mörgum viðtölum eins og ég tók við Þórólf og svo tók ég líka við hann hérna Martin Kulldorff, að ég sko hugsaði sko COVID deaths mjög mikið. Ég hugsaði, þú veist, fólk var að deyja með COVID, en ég aftur á móti var líka alltaf að reyna að fara rauk fyrir því að líka að hugsa sko hvað fólk er að fara að deyja ekki með COVID, heldur út af COVID, og þá var ég náttúrulega að vísa í þær aðgerðir sem við erum að tala og sko auðvitað eru einhverjir sem og bara fullt af fólki sem er eflaust á lífi út af einhverjum aðgerðum sem hefur kannski ekkert með COVID að gera, bara út af því hvernig spilast úr heiminum, en ég aftur á móti held að við munum koma til með að sjá tölvöld, þú talar sjálfsvíg og fleira, félagsrof þar sem að fólk er að drepa jafnvel aðra samborgara, bæði vonandi ekki á Íslandi en náttúrulega bara víðar í Evrópu. Og ég hugsa alltaf þetta sem, þú veist, þetta er það sem ég myndi kalla COVID deaths líka, út af því að við erum búin einhvern veginn að sko hliðra rosalega mikið bara til í svona eðlilegri félagsþróun og sko, mér náttúrulega það er ekkert hægt að segja að það er út af þessu, út af því að við vitum ekkert hvort það sé einhver svona þú veist, hérna multiple universe sem að við gerum þetta ekki svona, en aftur á móti þá hérna tel ég að þessar aðgerðir hafi haft miklu verri áhrif heldur en veiran hefði gert ef við hefðum gert þetta þannig að við varum ekki að loka sérstaklega ungt fólk inni. Shit. En hefur þetta kostað þig mikið? Svona, þú veist, þú talaðir að þarna hafi nú ekki neitt sponsor yfirgefið þig í kjölfarið á þarna einhverju svona cancel attempt. Já. Ég á ekki að sletta svona, ég sletta aldrei í mínum eigin þætti en ég hérna sko, þetta er ágætt spurning, ég veit það ekki. Ég fór að hugsa daginn sko, ég held að þetta hafi verið ákveðin svona já, ef ég seti þetta upp á svona ása, það hefur verið á einhverju tímabili þá sérstaklega þegar ég fór að stjórnsýslufræði aðalega út af því mér langaði bara að gagnrýna stjórnvöld með einhverju vikt og geta gert það án þess að segjast bara vera, þú veist, bara einhver gæi með skoðanir, heldur ég er stjórnsýslufræðingur, ég þekki hvernig innra verk stjórnvalda virkar og hérna mér langaði að gagnrýna út frá því. Ég held að á einhverju tímapunkti í svona þessari vegferð þá hef ég örugglega verið í þeirri stöðu að ég hefði sótt kannski eitthvað starf, sérstaklega hjá hinu opinbera sem mjög margir stjórnsýslufræðingar sjálfsögðu vinna í hjá og að fólk hefði verið svona ekki hann. En ég hef svona undanförnu fengið svona alls konar það sem ég myndi kalla jafnvel tilboð, þar sem að fólk er svona í að því að það vilja fá mig til sínu störf, þar sem ég á til dæmis út af því að mér finnst mjög gaman að fara yfir töluleg gögn, ég þekki húsnæðismarkaðinn nokkuð vel, mér finnst auðvelt að skoða hann, mér finnst auðvelt að gera svona leikjafræði plön, þar sem að ég er að greina mismunandi ákvarðanir þriðja aðila til dæmis ef ég tek ákvarðan eitthvað ákveðin mál. Það hugsa oft þetta sem hérna fótboltaleik, þar sem að segjum svo að það eru tvö mjög jöfn lið, ég fæ boltan og ég gef hann til hægri í staðinn fyrir vinstri. Þá er ég búinn að breyta öllum ákvarðanatökum allra leikmanna allan leikinn, allan tíman. Og þetta er rosalega mikið það sem ætlum að gerast í samfélaginu, þar sem að einhver tekur einhverja ákvörðun með eitthvað fjármagn, það hreyfir við rosalega mörgum breytum sem er kannski erfitt að reikna út og mér finnst gaman að vera að reikna út þannig. Þannig að ég hef fengið alls konar svona, já, óformlegu boð það að fólk vilja fá mig í vinnu sem ég hef reynda bara sagt
neyfið, bara kurteislega út af því ég hef ekki viljað gera þetta. Þannig að þetta hefur verið, ég held ég hafa verið á einhvern tímann á þeim stað að fólk hefði alls ekki viljað mig í vinnu. En aftur á móti núna að þá svona Stemmingin eitthvað að breytast. Bæði stemmingin að breytast, hlaðvarpið líka að ná kannski svona þannig styrk að þú veist, ég telur mig allavega ekki vera bara einhvern svona algjöran brjálæðing skilurðu sem bara einhvern veginn alltaf að fara gegn öllu og með álhattinn skilurðu. Þú veist, ég ekkert með einhverjar fáránlega skoðanir, en aftur á móti ég beinskittur og ég segi nákvæmlega það sem mér finnst. Og þetta eru mínar skoðanir, bara alveg sama hvert ég fer. Þannig að ég myndi segja já, ég myndi svara þessu þannig að þetta er örugglega komin á þann stað að ég ekki jafn slæmri stöðu og ég var kannski fyrir 2 árum. Þar sem ég var, en svo veit ég aldrei skilur, og svo kannski komið upp eitthvað mál þar sem bara allir eru sammála og þá verður maður að vera trúr sjálfum sér og segja nei, ég held að sé eitthvað að hérna og þá getur maður verið aftur komin í þá stöðu bara já, þú getur ekki verið að ráða þennan manni vinnu sko. Mér langar að fara aðeins inn á svona í lokin áður en við hættum, við erum alveg að renna út í tíma. Hvað erum við komið með mikið? 65. Ok. Trúar á Guð? Trúar á Guð? Já. Nei, ég geri það ekki. Okay. En aftur á móti þá hef ég linast undanfarið. Og ég ekki að tala trúa bröð sem slík, en trúar á okkar alheimsskapandi afl. Einhver ótskýr lögmál. Já, ég hef oft svarað þessu þannig að ég ekki nógu vittlaus til að gera ráð fyrir því að simpansar geti sagt mér til það hvað sé að gerast. Og ég ekki nægilega hrokafullur sem simpansi að gera ráð fyrir því að ég geti vita það. Þannig að einhverju leyti þá ég mjög svona, já, ég veit það ekki. Ég bara, þú veist, ég gerir mig grein fyrir mínum takmarkunum og það að ætla að fara að útskýra hvað sé nákvæmlega henni í gangi háð þeim takmarkunum. Engin svona andlegu þráður í þér? Jú, en ég myndi ekki segja ég sé mjög miklum tengslum við hann. Ég ekkert eitthvað svakalega mikið að pæla í ég hef tekið 2 viðtöl við Lawrence Krauss sem eðlisfræðingur og hann pælir mikið í svona stjörnufræði og svona upphafi heimsins og eitthvað. Mér þykir það ekkert svakalega skemmtilegt málefni sko. Okay. Því að mér finnst það bara að vera það fjarlægt að ég einhvern veginn hvað á ég að gera við þær upplýsingar sem að ég næ að afla mér Þannig að þessi umræða stjörnufræði og svarthól og svoleiðis, þetta fóðrar engan líkama í þér? Nei, ég rosalega mikið að pæla bara í svona þessum menningarlegu málum, sérstaklega varðar á Íslandi sem ég telur reyndar umræður sé ábóta vant. En ég samt sko ef lenast ég sagði alltaf bara ég dýrka Christopher Hitchens og hann var svona einn af þessum svona aðal anti-theistum sko sem að voru að segja Guð, trú á Guð hefði bara slæm áhrif á þig. Ég hef lenast gagnvart því og ég hef lenast jafnvel gagnvart kirkjunni. Ertu í þjóðkirkju? Er það leyndó? Nei, mér alveg sama. Ég rosalega líbó með svona sko, þó ég sé almennt sé svolítið prívat manneskja. Ég mjög prívat manneskja. Ég vil ég átt svolítið svona erfiðum samskiptum við sjálfa mig varðar sko, mér langar alls ekki að verða frægur. Nei. En mér langar rosalega að hafa áhrif. Ok, hvernig það tekist? Það svona, ég veit það ekki, mér rosalega góðan spott núna þar sem að maður kannski geta orðin eitthvað sérstaklega frægur. Nei. En maður aftur á móti hefur einhvers konar áhrif þannig við getum bara viðhaldið þessu þá var það frábært en aftur á móti ég menna að þú vilt hafa áhrif og þá fylgir það að fleiri þekki þig en mér alls ekki mér langar ekki að verða frægur þannig að sko já, það svona eins og segja svona innra konflikt í því hvernig ég vil ná því en í sambandi við Guð sko ég mér finnst menningarleg, sko vestræn menningagildi þegar ég sagði ykkur frá þessari hugmyndum fótboltaleikin áðan. Ég get ekki sem svona út frá svona leikja hagfræði kenningum sagt að kristni hafi ekki haft nein áhrif á það hvernig í pottinn búið nákvæmlega í dag.
og ég get ekki reiknað út nákvæmlega þær forsendur hvernig það hafði komið til með að hafa áhrif. Ég held að hafi haft að margt til slæm áhrif líka, en aftur á móti þá hafa þessi gildi samt einhvern veginn komið okkur á þann stað með blóðsúthellingum og öllu því sem að því hefur fylgt á þann stað að við lifum við stórkostlega vellistingar og við tökum þeim við tökum þeim sjálfur sér sem sjálfsögum hlut. Jú, og aukin mannréttindi. Nákvæmlega, sem að svolítið, og þetta hefur svona haldist í hendur. Þannig að sko með sérstaklega svona kristna trú þá hef ég svona linast, en ég hef líka bara linast gagnvart bara svona því að ég veit það ekki og mér finnst það líka alltaf læg. Því sko ástæðan fyrir því að spyrja þið út í þetta. Málið að sko, eins og ég sagði þér náðan, 6 vikur án fréttamiðla, 6 vikur án skoðana pistla annara. Það sem ég bara ekki inn í þessari jöfnu, en svo ég náttúrulega að skrolla í aðeins í gegnum samfélagsmiðla, þannig að ef það kveiknar í jörðinni þá veit ég af því. Og svo get ég bara einhvern veginn á samfélagsmiðlum bara skauta svona frekar hraðar yfir á. Ég ekki að lesa fréttir. Mín andlega heilsa, hún búin að skána til muna. Og það sem að ég hef verið að gefa sjálfum mér tíma til þess að skoða í staðinn, það eitthvað sem er að koma frá allt öðrum stað og veitir yfirnáttúrulegt. Já, ég myndi ekki einu sinni kalla þetta yfirnáttúrulegt. Ég myndi kalla þetta galdra því vísindin hafa ekki verið færð á borð, en vísindi samt sem áður. Þannig ég náttúrulega að vísa svolítið í þess að þróun vestanhafska var að fljúandi furuluti og geimverur og annað, og það sem að koma timmin núna bara sterk trú það að þessi vakaði yfir okkur af einhvers konar bandalagi, og ég kalla það federal eða galactic federal, rauninni bara bandalag samfélagi hérna í okkar vetrabraut sem eru komin svo langt, og ég meiri sér að fara að fá hugmyndur það, og ég veit ekki hvaðan það koma að við séum af þeim komin, að við séum eins og skrúðgarður, og við erum hérna einmitt eins og simpansar eitthvað að mæta í einhverja sjónvarpsþætti og búa til einhver podcast og rökraða einhverja hugmyndafræði, sækjast og verja einhverja afstöðu sem í rauninni skiptir þegar öll á botni kvöld engu máli. Mér finnst það geggjuð afstæða. Því að það í rauninni, eins og ég sagði þér náðan, það í rauninni ekkert sem göfgar nema óskilyrt ást. Ég að lesa og ljós. Já, ég að lesa bók sem heitir Horfin athygli eftir Johan Hari. Hann skrifaði líka bókina Chasing the Scream, þar sem hann var að fjalla eiturlyfjanotkun. Okay. En hann skrifaði bókina Horfin athygli og þar segir hann frá því hvernig hann hafði farið bara algjörlega offline. Já. Og hafði bara keypt sér einhvern takkasíma sem ekkert í og flutt á eyju norðan með New York borg. Man nú aldrei eitthvað. Nei, ég man ekki hvað þetta heitir. Ég man þess að þegar maður heyra. Eitthvað afskekt. Já, eitthvað afskekt. Og hann sagðist, það var hægt einmitt, hann fjallar með minna 3. kafla fjölmiðla og hann satt blaðamaður sjálfur og hann sagði að hann hætti bara að horfa á fjölmiðla og bara köttaði algjörlega á allt. Og hann gerði sig grein fyrir því að hann hafði bara verið kvíðasjúklingur í marga áratugi. Já. Út að hann væri alltaf bara að uppdata fréttir og hann væri bara algjörlega orðinn sturlaður af þessu. Ég taka afstöðu með eða móti einhverjum ákveðnum málaflokk og setja sér einhverja stellingar á samfélagsmiðlum, setja sér einhverja stellingar með einhverjum skoðanagreinum. Og ég búin að vera þetta í mörg ár sjálfur, gagnvart hinn á þessu, og ég búin að koma að staði, þetta ekki búin að færa mér persónlega eða minni fjölskyldu neitt nema sársauka. Nei. En ég meina, og þetta ekki þitt bara brauð og smjör, þannig? Að einhvern veginn allar þessar skoðanir og... Jú, þetta geggjum spurning. Ég nefnilega hef pælt í þessu núna undanfarið. Að nú ég meira að lesa gamla bókmenntir og svona para það við þann heim sem við lifum í dag. Og fyrir ekki svo löngu þá var einhvern veginn bara svona inn í öllum fréttum nákvæmlega út af því að ég var að mynda að fjalla daginn að maður horfir á fótboltaleik. Maður hefur engan áhuga á fótboltaleiknum ef maður gerist fyrir 4 tímum. Nei. Það eitthvað við að hafa í beinni sem heldur okkur svo uppteknum. Og ég einhvern veginn hefur reynt að hafa kannski svona 20% að vera að kynna mér það sem að gerast dagstæla, en svo 80% bara að vera að kynna mér bara gamla bókmenntir. Og mér finnst ég vera miklu betri í það að skilja hversdagsdeginn, eða bara hversdagsleikan. Mér finnst það miklu auðveldara. Og það svolítið þetta sem að mér finnst hafa örlítið glatast í svona menningunni, að við erum einhvern veginn við viljum alltaf hafa allt beint og
manneskja sem að getur komið í einhver svona þætti eins og svona spjallþætti og eitthvað þannig og með allt svona nákvæmlega sem að gerast í dag alveg á 100% á hreinu fréttir vikunar meira, þú veist fréttir aldarinnar sko, ég meina, þú fær mokkan inn bréfalúguna og þú nennir eiginlega ekki að lesa hann þetta bara gamla fréttir þetta búið að fara í prent, þetta örugglega 12 tíma gamalt já, nákvæmlega, skilurðu, sem alveg galið sem algjörlega galið sko. ég að lesa mokkan, sko, mér finnst það mjög næs mér finnst það góður miðl til þess en mér finnst það góð neysla en upplýsingarneysla bara hefur náttúrulega breyst rosalega með samfélagsmiðlum og öðru sko. En ég eins og segi sko, ég hefur reynt að breyta mínu neyslumynstri eða upplýsingarneyslumynstri mikið einmitt í þessa átt sko. Og þá var maður líka miklu betur í stakk búinn til þess að gera sér grein fyrir því hvað er að gerast sko. Ef að segjum svo að vinstrið sé dautt ég meina, þú varst að tala um vinstrið áðan Vókið er dautt, ég held að vinstrið sé já, þú er búin að tala um vókið sem dautt en segjum svo að vinstrið sé í rauninni eins og þú varst að lýsa þetta áðan í rauninni bara einhver hipstera hittingur á Kjarvalsstofu ég meina, þá er það fyrir mér dautt allavega út frá einhverjum í rauninni 5 forsendum sem það var byggt upp með til að byrja með ef vinstrið er dautt, þá hlýtur hægri að vera dautt líka ég meina, þú ert ekkert með hægri ef það er ekki vinstri, þú ert ekki með vinstri eða þú ert ekki með hægri þannig að erum við ekki komnir á þeim tíma og þú svona einstaklingur með rödd og ágætlega þengjandi virðist vera og með einhvern akademískan bakgrunn ert þú ekki á tímamótum þar sem þú þarft að fara virkilega íhuga það hvernig þú ætlar að boða eitthvað sem göfgar samfélagið Jú. því ljósið sigrar allt hvaða orku ætlar að setja í þinn boðskap ég hef, sko ég ætla að setja þetta inn í smá búning með smá spádómi ofan á og sko, útlendingamálin er eitthvað sem að ég hef rætt mjög mikið og hef fengið bátt fyrir en aftur á móti þá hefur það svolítið snúist við og það eru margir sem að vilja tala við mig það út af því að ég hef reynt að setja mig vel inn í þau mál sérstaklega varðar þróun í Evrópu núna þegar að útlendingafrumvarp mun koma líta dagsins ljós sem að Þorbjörg Sigríður dómsmálaráðherra mun koma til með að leggja fram og Svandís Svavarsdóttir nefnda líka en ég aftur á móti hef verið að skoða þetta út frá leikjafræðinni að þegar að Þorbjörg Sigríður leggur þetta fram að þá verður eina gagnrýnin frá hægri ef við gefum okkur það að samfélkingin sé orðin meiri hægri flokkur heldur en það var Viðreisn sé einhvers konar hægri flokkur og flokkur fólksins vill náttúrulega bara fara að skrúa fyrir þetta allt bara eina gagnrýnin er að fara að koma frá Miðflokki, Framsókn og Sjálfstæðisflokk sem að þýðir það að eini hvatinn þeirra er að reyna að ýta þessu lengra heldur en þetta er þannig að sko leikjafræðilega og pólitískt séð að þá mun eiga sér stað mjög óvægin útlendingaumræða sem að ég held til dæmis út af því við vorum að tala um vókið áðan þá hefur verið náttúrulega skoðanakúgun í kringum menningamál varðar fólk frá Miðausturlöndum og Norður-Afríku hefur verið algjörlega kveðin í kútinn það er að fara að breyta stórkostlega í Evrópu og það er að fara að breyta stórkostlega hérna við erum mjög illa í stakk búin til þess að takast á við þar aðstæður út af því að skoðanakúgunin hefur orðið svo mikil og pendullin á eftir að sveiflast mjög mikið í hinn áttina og ég held að við munum koma til með að sjá svolítið ljóta umræðu í kjölfarið á því sem reyndar aðeins bara að bera á sko. Í kjölfarið á Breiðholtsskóla og meðal annars já. Þannig að sko og svo ég sé nú að svara spurningunni með þú þarft ekki að vera ljós eða hvernig ég horfi ekki á mig sko, sem einhvers konar ég tek mér ekki svo hátíðlega að vera eitthvað neina að segja ég horfi á mig sko, ég var að hugsa daginn, ég er alltaf kallaður fjölmiðlamaður ég er náttúrulega engin fjölmiðlamaður ég er bara lobbyisti og ég er lobbyisti eigin hugsanina ég vil í rauninni bara að mínar hugsanir komi til með að hafa áhrif á samfélagið svo getur vel verið að ég hafa rangt fyrir mér mér þykir ekki vænt skoðanir mínar mér finnst ekki erfitt að breyta skoðun mér finnst ég hef oft gert það bara í rauntíma í hlaðvarpinu þar sem ég er að breyta skoðun og það er ákveðin auðmýkt þannig að hvað þín kannski kjarnaskoðun og ef það er þá eitthvað sem þið þykir vænt er þá kannski bara þessi gagnrýna hugsun gagnrýna hugsun og tjáningafrelsi það er aðalmálið sko. og þú virðist þá algjörlega að vera tilbúin og fær að beita því á sjálfan þig
Já, já, og ég meina og beita því bara í samfélagsumræðu og þú veist, ég meina við sko besta leiðin til þess að við tjáningafrelsi er bara að nota það og að einhverja leiti náttúrulega þegar við erum að nota okkar í tjáningafrelsi þá erum við að, hvað ég var að segja, endurgjalda hina óuppgreiðanlegu skuld sem að við höfum gagnvart þeim sem að börðust fyrir þeim réttindum sem að við teljum sjálfsögðu í dag sem að þeir greiddu með eigin lífi og þannig að sko það er alltaf verið að tala um eitthvað maður sé hugrakkur og eitthvað þannig, mér finnst það ekki hugrakki mér finnst það bara vera mjög einfalt mál að Þetta er mission. þetta er mission en ég meina þú veist ég meina ég er tilbúinn að berjast fyrir mínum hérna gildum og ekki sjónarmiðum heldur mínum réttindum og réttindum annarra og ég er ekkert feiminn við að segja það að ef að þannig er pottinn búið að maður þurfa að berjast fyrir sínum réttindum að þá erum við skuldbundin til þess að gera það en aftur á móti þá tel ég að ekki vera hugur ekki beint í dag að vera einhvern veginn að fjalla þessi mál en við erum algjörlega að mínum mati og við höfum ekki að sko, taka þessum sjálfgefnum hlut sko, að hérna, vera komin á þennan stað þannig að það að vera einhvern veginn í þessu missjóni sko, jú, getur kallað það mission en mér finnst það ekki vera einhver hetjut á sko. Nei, en þú veist að tala um að berjast fyrir skoðunum Já. Ef þú mættir velja, segjum hérna bara einhverja 3 Nei, ekki skoðunum, fyrir gildum og mannréttindum og sko, skoðanir mínar mega náttúrulega alveg verða fyrir nekkjum sko. Já. Það truflar mig ekki neitt en þegar við erum að tala um fólk sem hefur verið hinn viðtekna skoðun að það sé eðlilegt að stjórnvöld séu að beita sér í skoðanakúgun og nú náttúrulega þegar tæknimálin er orðin eins og þau eru að þá verður það sífellt auðveldara þannig að hérna þetta er ekki, ég er ekki til að berjast fyrir mínu skoðunum, þetta er bara berjast fyrir þessum réttindum sko. Þannig að það, ok þannig að þá kannski bara 2 ef þú mættir velja þér einhverja 2 til að boxa við Já. Einn af Alþingi og einn svona annar staðar Kynjafræðing. má vera kynjafræðingur Að boxa við? Já. Vá, heyrðu ég veit það ekki Hvernig viltu berja? Verð ég ekki að fá eitthvað svona, þú veist, Ólafur Adolfsson er mjög mikill og stór maður, ég þurfti að hafa þetta eitthvað almennilegt challenge. Ég þekki hann ekki neitt, sko. Ég veit bara hann er hár og mikill. Ok. Er alþingismaður? Beggi Ólafs er líka rosalega mikill, sko, íþróttamaður. Já. Hann, hérna, ég veit það ekki, sko. Þetta er rosalega Sigmundur Davíð? Já, ég veit ekki hversu mikill íþróttamaður Sigmundur samt er, sko. Ég myndi vilja hafa þetta eitthvað challenge sko. Þú ert að spá í það er enginn þarna sem þú myndir bara virkilega vilja svona fá að þarna Mér langar ekki að berja neinn einasta mann sko. Nei, ofbeldi er bara sko ef ég væri að setja mann, þú veist, ég hef verið að æfa þetta sport síðan 2008 sko og þjálfa það á hverjum degi ef ég væri að fara að setja það til þess að svala einhverjum ofbeldisþorsta það ætti ég náttúrulega ekkert að vera að vinna við þetta sko. Nei, alls ekki sko. Það hérna væri hræðilegt sko. Það er engin maður sem mig langar að hérna beita ofbeldi sko. En boxa við? Já, ég er alltaf gaman að boxa. Ég boxa alveg einstakar sinnum ennþá sko. Þó ég sé aðalega að þjálfa sko. En hérna, við erum alltaf að þjálfa meðal svona bestu boxar á landinu og erum hérna líka náttúrulega bara í miklum tengslum við alla bestu boxar á landinu, sko. Myndirðu boxa við Bubba? Já, það var örugglega gaman bara. Já. Hann er svolítið segur, hann kom á æfingu fyrir ekki svo lengur, sko. Hann heldur sér í hörku standi og er með, hérna, fínar hreyfingar með við aldur, sko. Já. En hérna, við getum örugglega átt skemmtilegt spar, sko. Er einhver tímann of seint að byrja að æfa box? Nei, ég held nefnilega, og það er margir sem að tala um svona bardaíþróttir sérstaklega, sko, að þeir ætla fyrst að koma sér í form og síðan ætla að fara að kíkja, það er algjör della, sko. Já. Það er miklu betra að bara koma sér í form í bardaíþróttunum, sko. Og þá líka sérstaklega þegar maður er byrjaður að hérna, svolítið, ef það kemur samhliða, að þá mun, sko, sportið sjálft verða miklu meira fullnægjandi, sko.
Þannig að ég mæli náttúrulega eindregið með því að allir komið til okkar í World Class Boxing Academy og prófa að boxa, sko. Ég og Davíð Rúnar tökum vel á móti öllum sama á hvað aldrei þeir eru, sko. Já, þau eru, hann var ekki að vera hérna. Þeir einstaklingar. Já. Ég þetta þóla ekki þetta eitthvað kynjað tungumál dót, sko. En hvað með þá að þarna kallar og konur sé að boxa saman? Já, hann ætlaði að della. Er það? Já, þetta er bara della, sko. Þú veist, við náttúrulega ég læt stelpurna sem ég er að þjálfa, við erum náttúrulega með Eriku Nótt sem er núverandi Norðurlandameistari og hún er svakaleg, sko, hún boxar við strákana, sko, og tekur alveg vel í þá marga, sko, sérstaklega þá sem eru ekki búin að vera mjög lengi, þá bara valtar hún yfir þá. Hún er 19 ára, eða 18 ára, ég manna það nú ekki alveg, 18 eða 19, en sko, hún er 18 ára, en þegar við erum að tala að keppa á einhverju svona háu leveli, það sem þú ert komin með sérflokka og allt þar fram til göttunum, þá er náttúrulega bara, veist, það er svona annað sem er í þessar transumræðu sem ég þetta kom ekki inn á. Menna ef einhver sem var karlmaður stígur upp í hringinn og ætlar að fara á móti stelpu sem ég er að þjálfa, þá náttúrulega þurfum bara að gera okkur grein fyrir því og ég er ekkert feiminn við að tala heilaskaða gagnvart bardaíþróttum, að þá erum náttúrulega bara að setja viðkomandi í hættulegar aðstæður sem ég er ekki að fara að taka þátt í, sko. Ég meina, þú veist, það er alltaf búið að vera að sýna kannski svona einhver neikvæð og öfgafull dæmi í íþróttum eins og þarna í sundi, þá var einhver transkona sem allt í einu var þarna bara farin að slá öll metin og Lía Tómas eða eitthvað svoleiðis og svo nýlega sá ég þarna einhvern 400 metra hlaupara sem var hérna alveg bara, þú veist, hálfum hring á undan öllum öðrum, sko. Svo var hann einhver skylmingadama sem bara fór á hnén og neitaði. Það var mjög áhugavert að sjá það. Ég horfði á það myndband. Hún tók ákvörðun bara að berjast ekki. Hún fór á hnén og í rauninni var bara dæmd úr keppni fyrir vikið og gagnrýnd mikið fyrir það. Já, en sko, einmitt, og verið að einhvern veginn finna þessu fólki einhvern farveg, einhvern vettfang til þess að, þú veist, taka þátt í íþróttum og einhverju svona, að þú veist, mér þætti alveg sjálfsagt að auðvita á eitthvað transfólk að geta keppt og æft íþróttir bara sérflokkur. Algjörlega. Ég meina á Ólympíuleikunum, þetta kannski hljómar svolítið illa á íslensku, en þú veist á ensku, að það var náttúrulega bara að talað þú veist, the Special Olympics. Og ég meina ef að transfólk er ekki special, að þú veist, hvað þá? Ég meina, getum við ekki bara fengið... Ekki þeim skilningi. Nú erum við þér kansil. Ég meina, þú veist, væri ekki hægt að... Ég veit að mér er kansalað fyrir COVID-19, sko, en það er fínt að þú takir hann að bolta frekar. Já, ég meina, væri ekki hægt að koma bara með einhverja sérkategóriu, þarna í Special Olympics. Auðvitað væri það alveg hægt. Já, og er ekkert að því. Nei. Ég meina það sem að þú ert með bara, þú ert með blinda og halta og einhenda og þroskahefta og bara eitthvað allt. Hérna. Og transmannskur. Já, þú sér flokki. Ég meina þá lætur ekki haltan keppa við trans. Nóri Breiðholt er að fara að flytja erlendis eftir rúmlega mánuð. Það er eins gott. Já. Nei, ég meina þú veist, ég veit ekki hvernig útfærslan er það því, sko, en ég er bara eins og segi, ég vil ekki að manneskjur sem fættust karlar séu að keppa við konur. Svo einfalt er það, sko. Ég pæla ekki mikið meira í þessu umfram það, en út af því að þetta er náttúrulega á ekkert að vera þannig að transfólk séu að keppa við konur. Og við veitum líka alveg að allir þessir transflokkar eru þá allt fyrir karlmenn. Já, miklu meiri hluta. Já, en talandi það, einmitt, að í, sko, þarna, íþróttagreinum fatlaðra er verið að berjast fyrir því núna að einhverfir fái sinn eigin flokk. Að það verið bara, þú veist, bara flokkur einhverfra. Að þeir fá að keppa þá á Special Olympics, þú veist, þetta er allt flokkað eftir einhverju, þú veist hvort það sé eitthvað T-kerfið eitthvað frá bara 1 og upp í 14 eða 15. En ADHD. Já, ég meina. Það verður sjúklega fyndið, maður. Ég meina. Bara ADHD boksarar. Þú myndir bara algjörlega missa fókus og fara að gera eitthvað annað. Já. Þarna boksskák. Já, ég hef séð að ég hef ekkert kynnt með það, sko. Nei, einmitt. Herru, Þórarinn, það er búið að vera geðveikt að fá þig inn í kvöld. Já, bara... Við fórum bara strax á stað. Við erum ekki búin að taka... Sponsorana? Nei. Ertu með eitthvað svona lokaorð? Ertu maður að segja allt sem þú hefði viljað segja?
Já, og meira til. Ekki? Jó. Þetta er búin mjög fínt spjall, sko. Já, mér varst það Mjög skemmtilegt. gaman að hitta þig loksins í persónu, sko. Já, bara sömulegis. Og þannig að ég sagði nú við í þræðinum að takmarki væri að reyna að fá þig bara endanlega cancelað. Já, alveg. Ég held að það hafi ekki tekist, en við kannski reynum aftur. Já, Gerum að þeir aðra allögu. Já, það er svo margir, sko, þetta er búið að vera svo fyndin vegferð, sko. Þegar fyrst sinna fæði maður rosalega mikið eitthvað fólk á Twitter að segja hvað ég er ömuleg manneskja. Svo fæ ég að heyra út í bæ að mjög margir að segja þessi ömuleg manneskja og eitthvað þannig. Svo einhvern veginn þegar það virkar ekki, ég held þessi sama eins og með Brynjar Níelsson. Hann er múin að segja svo rosalega mikið af hlutum að einhvern veginn fólk er bara hægt að reyna að cancela honum, sko. Já. Þannig að einhvern veginn þegar það er búið að vera svona rosalega mikið þá einhvern veginn dettur þetta upp fyrir sig. Snýrst þetta ekki bara svolítið það að það er rauninni enginn sem getur cancelaði nema þú sjálfur? Jú, ég er náttúrulega líka og ég er múin að passa með að koma mér í þannig stöðu, sko. Já, ég skil. Hefur þú fengið eitthvað svona, þú veist, virkilegt hatur? Já. Eitthvað, þú veist, hefur þú fengið hótanir? Já, það hefur verið svona alls konar, ekki mikið, sko, en það hefur alveg verið eitthvað, sko. Eitthvað alvarlegt? Já, það myndi örugglega flokkast þannig, sko. Já. En ég kemur mér ekki upp við þetta. Nei. Hann kipir sér ekki upp við það. Heyrðu, hann að betri dagar. Já. Það eru vítamín, CBD-vörur, Testobooster. testobústerar. Við höfum talað mikið fyrir því. Já. Shilajit, Ashwagandha. Það má nú til gaman geta að ég jók testanum mér 30% með Ashwagandha og Shilajit. Það er svakalegt. Á 3 árum og ég er 48 ára gamall. No joke, sko. Ég er með þetta bara á bara Pappír. svart og hvítu. Já. Og ég hef ekkert sett í mig annað en það, sko. Og auðvitað með lyftingum. Þannig að það er gott að vita það. Það er semst afsláttakóði upp í betri dögum, upp í Urriðaholtsstræti 24, þvottahúsið, gefur 15% afslátt. Svo er það Andri Æsland, Rauðagerði 25. Hann er með svona sunnudagsprógram í gangi núna. Hann er að taka fólk í heilan dag niður í Rauðagerði, þar sem hann er að fara með fólk svo upp í Helgufoss og það er verið að kæla og hugleiða og teygja og anda og þetta er semst bara heitt dagur hjá Andra Æsland. Er fólk að baða sig í Helgufoss? Já, leikandi, sko. Svo er það nýjar fréttir frá farguva.is. Nýji vagninn sem er núna staðsettur út á Skarfaklett, hann heitir Rísandi. Þetta er bara 40 feta gámur sem hefur verið innréttaður sem Uber-sána. Þetta er trailer, sko. Það eru tröppur upp í hann. Þetta má sjá hann. Nei. Þetta er algjört ferlíki, sko. Hann verður fluttur. Nú? Já. Það sem sagt staðsetningin þótti eitthvað óviðandi, hann verður fluttur og það er búið að finna nýjan stað fyrir þennan vagn og hann verður sem sagt upp í Gufunessi. Það eru nýjustu fréttir. Hann er að gamli vagninn, hann heldur áfram niður í Skarfa og svo er litli gamli vagninn, hann verður út á Æsu. Já. Og þetta er sem sagt, það kom grein á Vísi núna bara, sá ég á samfélagsmiðlum, það verið að deila eitthvað með sko kosti þess að fara í gufur. Já, einmitt. Lastu þetta? Já. Þetta voru þvílíka tölur sem ég var að sjá þarna. Þetta er bara þvílíkt gott fyrir hjarta, æða og lungnakerfið. Já. Þetta er bara ávið að taka góða æfingu að skella sér í Já, þú bara að ferði gufu einu sinni í viku og þú ert að minnka líkur á bara hjarta áföllum bara 40-50% eða eitthvað alveg og lengja lífið 40 ára eða eitthvað. Það var bara eitthvað þvílík tölfræði. Við verðum 150 ára. Lágmark. En þarna farguva.is Tóti Tissue, takk fyrir að koma í kvöld. Takk fyrir að fá mig. Gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Þangað til næst. Þangað til næst.